Áfram með smjörið í föstudagsþættinum. Nú er það refilsaumur og Skotland og íslenskar konur. Þær eru komnar til mín, Anna, Bryndís og Hulda. Velkomnar. Takk fyrir. Þið voru að taka þátt í ansi mögnuðu verkefni. Bryndís, þú kannski byrjar að segja okkur tildrögin, hvernig þetta var til? Já, það er þannig að Skotar hafa gjarna skráð sína sögu í annars vegar vefnað og hins vegar í útsaumi, í veggstykkjum ýmiss konar. Og ég, fyrir algjöra tilviljun, þá hitti ég konu sem hefur haft veg og vanda af verkefni sem að þeir eru búin að vera að vinna að síðan 2014, Skotar, sem að fjallar brottflutta Skota, ekki sögur Skota í Skotlandi heldur brottfluttra. Þeirra Skota sem að búa erlendis og allan heim. Og þegar ég sá að við vorum ekki partur af því verkefni, þá þóttum við það náttúrulega dálítið mikið skítt. Þannig að ég sagði henni strax að ég myndi bara sjá til þess að það kæmi eitthvað frá okkur. Og þá fór ég og hafði samband við Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur sem hefur hannað Njálurefilinn og hefur haft heilmikið að gera með Vatnsdælarefilinn og spurði hana hvort hún vildi vera í samstarfi við mig þetta verkefni og hún var meirinn til. En jafnframt hafði ég samband við Vilborgu Davíðsdóttur sem hefur náttúrulega rannsakað sögu Auðar betur en okkur annar og við ákváðum strax í upphafi að við skildum fjalla sögu Auðar Djúpaugu og Þórunnar Hyrnu. Þannig að á þessum 5 veggstykkjum sem við höfum saumað eru 4 eða eru 3 sem einungis fjalla Auði Djúpaugu, ein mynd sem að fjallar einungis Þórunni Hyrnu og síðan er ættarsagan á 5. Eða ættartréð? Já, eða ættartréð á 5. myndinni. 1, 2, 3, það vantar ennþá 2, er það ekki? Nei, það er 3 Auði Djúpaugu. Það er 3 Auði Djúpaugu? Hún er aðal. Hún er aðal. Hún er aðal manneskjan. Af hverju fékk Þórunn bara eina? Það er algjörlega fullgild ástæða fyrir því og hún er sú að það er í rauninni í allri sögu, öllum þeim sögum sem við eigum þetta fólk, þá er faktist bara ein lína, ein setning Þórunni. Þannig að maður verður í rauninni að búa restina til og svo setning fjallar einmitt það sem er á þessari mynd sem er fæðing Þorbjargar Hólma Sólar sem að fæðist á eyju í Eyjafjarðará. Þú saumaðir þessa, er það ekki, Hulda? Jú, ég gerði það. Og þetta er sko eitthvað sem að tók ekki bara 1 kvöld eða 2 kvöld heldur? Nei, þetta tók mig 2,5 ár. Já. Svona, Anna, 200 tímar eða? Já, eitthvað í kringum það, hugsa ég. Annars var það ekki nákvæm talning. Stundum satt ég við 2 tíma. Var þetta bara... 8 upp í 10 tíma. Já, og var þetta bara, má ég vera með, réttuðu bara upp hönd eða voru þið svona fengnar í þetta? Hvernig kom til að þið voru fengnar til að sauma? Sko, ég fréttaði þessu og spurði Bryndísi hvort ég mætti vera með, eða mér langaði að vera með. Sko, það komist færri að en vildu. Það voru mjög margar konur sem buðu sig fram og vildu vera með. Og mér fannst mjög flott að velja til dæmis Önnu að því hún býr í Kristnesi. Jafnframt var líka gott að vera með fólk sem var menntað í handverki eins og Huldu sem að kunni og vissi. Sem býr beint á móti Kristnesi? Já, og ég býr líka beint á móti Kristnesi þannig að það þurfti að vera eifist eða eifist fólk fannst mér af því að þetta var svona verkefni frá okkur. Og svo náttúrulega Jenny Karlsdóttir Já, ætlum ekki að gleyma nefna það sem er náttúrulega bara handverkskonan 1, 2 og 3 í allir héraðinu. Jenny Karls og Magnhildur Sigurðardóttir í Safnasafninu. Já, þið 5 saumuð þessi 5 myndir og við skoðum aðeins þessa hérna. Hér er þá Þórunn með dóttur sína. Já, Þorbjörg Hólma Sól í örnum sér og svo er náttúrulega kýrin Auðumla, landnámskýrin hana. Sem hún þurfti þá að dragnast með þegar hún var að... Nei, var það ekki svoleiðis? Það var ekki þannig. Þetta eru goðafræðin. Já, svo Auðumla. Og svo stendur Þórunn þarna í
stafni með, og Helgi Magri í skipinu og börnin sem áttu þarna. Þegar þið fóru á stað? Þegar þið fóru á stað, frá Skotlandi. Já, þá áttu þau 7. Og líta þess að svipin á unglingnum þarna aftast, hvernig sýnist hann að vera? Ógeðslega pirraður eitthvað, er það ekki? Hann ennur sig ekki. Það er bara sýnir svip, svona þess að unglingar gera gjarna ef þið mislíkar. Og meðan krakkarnir eru svona meira bara undrandi og spenntir. Og það er náttúrulega af því að pappans spurði Þór hvar á ég að fara að landi og Þór gaf honum þá vísbendingu hann skildi fara norður fyrir landið og þetta hinum fannst komið nóg. Hvað var það sem hann sagði? Já, samkvæmt sögunni? Hefði Þór sagt þér að fara norður í Dumshaf, hefðir þá gert það? Hvað með þetta? Já, það er það sem hann er að segja hérna, hann geggjað. Og er eitthvað fleiri takk sem við höfum að skilja hérna? Já, það er líka svolítið sérstætt að þetta fólk var kristið og það sést auðvitað best á Kristnesi, þau nefndi bæði sem Kristnes. En þarna út á Ballarhafi þá var Helgi ekki alveg öruggur með Krist sem var bara landkrabbi og ekki takt að treysta alveg á hann. Þannig að hann valdi að heita á Þór og þarna út á Rúmsjó. Þess vegna merki Þórs þarna í seglinu sem er bara til áréttingar. Og svo er krossinn hérna. Og svo er krossinn þarna, já. Þetta er ótrúlega magnað. Og svo ekki nóg með að þið skildu sauma þessar myndir og svona heldur voru þið líka bara að koma frá Skotlandi. Þar sem þetta var afhent með viðhöfn, ekki sant? Jú, algjörlega. Svo aðeins sagt frá því, það er upplifun. Við byrjuðum á að fara norður til Kattanes, í þorp sem heitir Vík eða Vik. Þetta er íslensk nöfn í rauninni eða norræn og þar fundum við eftirprentanir af myndunum í Ráðhúsinu og þetta verður sýnt þar í byggðasafninu þeirra eða héraðssafninu. Og hverjir fengu orginalinn? Það var náttúrulega bara skoska þjóðin eins og hún leggur sig. Getur verið vísi. Það er í þinghúsinu. Það var afhent í þinghúsinu í Edinborg. Núna fyrir og það er hangað þær núna? Nei, þær hanga ekki þar núna í augnablikinu en þær héngu þar þennan dag og verða svo sameinaðar heildarsafninu sem eru 305 myndir brottflutta Skota. Frá 35 löndum ekki sagt? Jú, frá 35 löndum og Ísland er síðasta landið. Og þar bættust 5 við, þannig að þetta verk inniheldur 310 verk. Og hvað vorum við að segja að þetta geti orðið langt? Þetta er lagt saman? Og það er talað þetta sem eitt refil þarna úti og þegar allt er saman komið þá er þetta 170,5 metrar. Saumaðri sögu. Saumaðri sögu. Þetta er magnað. Tíminn því miður hlaupin frá okkur. Takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir.